verið þá velkomin í útsendingu nú fyrir Skjálftan 2025. Þetta öðruvísi fyrir mig en líka skemmtilegt að sýna. Við verðum með aðeins öðruvísi leik í kvöld. Það sjómatch milli KBJ og Dusty sem að verða haldið núna á Skjálftanum í Digranesi. Við verðum með útsendinguna hér í kvöld og með mér verður engin annar en Le Fluff. Árni, blessaður. Já, góða kvöldi. Ég var akkurat að koma frá Skjálfta. Það geggju stemmingana á svæðinu. Sko. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig af því að ég frétti að þú hefði farið þarna upp yfir og ég ætlaði að spyrja þig hvernig er stemningin? Það er geggja sko. Mér langar ég ætla að kíkja þarna upp yfir eftir. Ég ætla að koma fyrir í dag en ég náði ekki alveg að koma fyrir það en einmitt þetta er stórt land sem við erum með núna fyrir framan okkur og þetta er eitthvað sem að við verðum að halda áfram gangandi því að ég hef ekki séð fallegt uppsett land. Bara það er svo margar hendur sem að koma að þessu í kringum hann og maður sér það bara hjá strákunum sem eru hérna á bakvið sem að þið heima hittið ekki alltaf en eru búinir að vera á kafi í að setja þetta upp og ég frétti að allir þarna á staðnum sem er 10 GB net eða ekki rétt? Það er hárrétt. Það er alveg rátir að bara á hverju einastborði ef ekki nokkrir sem að eru að tengja spennt í. Ég man bara eftir að hafa heyrt þetta, þú veist, ég var eitthvað að reyna gælega að setja upp 10 GB net heima á mér og ég fekk bara að heyra frá hverjum einasta mann sem að vinna við þetta. Þetta er bara flex, þú hefur ekkert að gera við þetta. Þannig að þið vitið það að þið viljið flexa þá er Skjálftinn 2025 staðurinn til að vera á. En já, ég bara get ekki beðið eftir að sjá þessi lið. Þessi tvö lið, Dusty, KBJ, þú kannski veist meira þessi tvö lið heldur en ég þegar kemur að svona sögun á bakvið þau. Þetta er nú auðvitað sjómatch. Þessi lið er ekki að keppa upp á endilega einhver verðlaun en fönnið og svona, það verður alltaf eitthvað. En gætur sagt mér, er samt ekki að fara að koma svona keppnisskap í þessu leik? Er ekki að fara að koma svona já, þú veist, við viljum vinna, eða það ekki? Þetta er auðvitað, ef ég myndi velja einhver tvö line-up úr deildinni sem eru akkurat með keppnisskapi í lagi, það er það þessi tvö lið, sko. Okay. Þú veist, þótt að þetta sé showmatch, Dusty vill ekki tapa fyrir KBJ. Nei, maður hefur séð þetta líka út í heimi, þú veist, showmatch eða ekki, það er ákveðið præt í þessu og tala nú ekki upp á sviði fyrir framan alla á Skjálftanum og ykkur heima. Ég veit ekki hvað ég á að búast við. Nei, þetta eru auðvitað topp 2 liðin í deildinni eins og er. Bæði liðin hafa farið í gegnum fyrstu 3 umferðirnar ósigraðir, þannig að bæði lið 3-0. Ég held að reyndar Dusty hefur ekki droppað mappi en KBJ hefur droppað allavega einu. En þetta eru í raun örugglega mest nálegast skill-liðin sem við höfum í deildinni eins og er. Þú veist auðvitað á toppnum, það verður aðeins meira nálægt hvar öðrum hana í neðri part deildarinnar. En þetta eru líka 2 liðin sem að hafa mestmegnis verið að spila saman í gegnum seinustu mánuði. Ég meina þú ert með nokkur lið sem eru ný en þessir kjarnar, þeir hafa verið bara, þessir lið voru á Háringnum til dæmis og hafa verið í keppnum fyrir sumari líka. Þannig að þetta er akkurat liðin sem eru, þú veist, þau vita hvað, þau þekkja hvort annað setja mest í það sem þeir eru að gera. Einmitt. Ok, KBJ, þetta er, ég sagði það held ég ykkur útsendingu, ég sagði að þetta væri nýtt line-up, það er ekki rétt hjá mér. Nei, þetta er nýtt logo eða? Það má ég segja það? Jó, þeir voru þetta Kano line-upið með hana ugluna. Já, Kano, alveg rétt, ég er ekki alveg með tímalínuna þarna að reyna. En þeir eru greinlega hættið við maskotti og vilja frekar vera með textan, sko. Já, en þeir eru samt ekki nýtt line-up, en þeir eru hérna búinir að spila þá hvað lengi saman. Sko, ég er kannski að spyrja þig frekar, hvor er betri kjarn þó varst að svara kannski spurningunni, þeir eru bæði góð lið, en það er þetta erfitt að vinna kjarnan sem að Dusty er með. Ég meina, þeir eru verið með Peter, Tony og Dabbe kjarnan, þú veist. Dabbe kemur svo óvart, sko. Ég man eftir Dabba bara á netinu, bara að spila með hann á netinu. Svo bara var þessi maður allt í hennu komin einhvern veginn í úrvalsdeildina og eins og ég segi frá mínu sjónarhorni kannski frekar. En vá hvað hann er að standa sig vel sem in-game leader, eða ekki rétt?
Nei, ekki pressa. En mér fannst því sem ég hafði heyrt það eitthvað staðar. Ég held sko að þeir segja bara að þeir séu allir ykl sko. Já, ég veit ekki alveg til þess að það sé einhver einn ákveðin ykl sko. Nei, okay. Það örugglega, ef ég myndi þurfa að setja eitthvað á það er það raflega örugglega sem er svona mestmegnis að kalla fyrir þá. Já, okay. En þeir eru allir svo miklu midroundarar. Já, þeir byrja bara rándi eins og þeir vilja, kannski kemur eitthvað koll í spáni, kannski ekki. En þetta mestmegnis bara, Peter að abuse timings eða Dabbi að ná eitthvað entry eða eitthvað svoleiðis og svo út frá því þeir með eitthvað ákvörðun sko. Já, það ekki endilega bara að skrifa plani frá byrjun og finna leið til að executa það bara eftir breytingu, það meira þetta virkaði ekki, þeir eru fljótir að midround calla eins og sér og það kannski líki freka við liðin eins og Face og G2 tími sem að vinna meira á því sko. Já, þetta líka stóri styrkleikin þeirra að sama hvað það sem þú kastar í þá þeir alltaf, stórhættulegir strax reiðubúnir að taka móti. Já, einmitt, fljóti með svör í rauninni bara á móti. Þeir eru ekki eins mikið kannski að setja upp anti-strats og þetta eitthvað sem að mér rundar alltaf langa að spyrja líka sérstaklega mannir svo þeir sem að veit svona hvernig öll liðin spila á Íslandi. Mikið anti-strats á Íslandi eða það þá bara svona, við veitum hvernig þessi spila þetta en það kannski ekki endilega þetta lið per se. Það þetta ekkert sko þú græðir voðalega lítið á því anti-strata íslensk lið. Af því að anti-strati gefur þetta tendensía. Já. En íslensk lið ekkert mikið fyrir það að gera sama hlutin. Nei. Þú lendir alveg oft í því að horfa á eitt lið jafnvel deginum eftir að þeir eru búin að spila leik og þeir spila leikinn allt öðruvísi. Já. Þannig að þú græðir voðalega lítið á því og það svona mestmegnis kannski fer í hausinn á þér að þú hugsar, ég veit hvað þeir eru að fara að gera því ég horfði á þetta og svo gera þeir eitthvað allt annað og það bara býtur þig. Sko. Akkurat, já. Þetta eitthvað sem ég hafði svo mikið áhuga á að sjá, sko, því ég horfi rosalega mikið á erlendarsins, ég hef bara gert það ekki ennum tíðina, en við heyrist við vera að eitthvað að, maður sjá, leið mig bara aðeins að kíkja hérna, yes sir, noted, en já, ég sérst fyrir ekki, anti-strat bara til heimi, ég talaði að sko, mér langar svo að vita hvernig lið á Íslandi, hvort þau væru að gera þetta sama, að vera með þessi anti-strats og eitthvað svoleiðis, en eins og þú segir að þá þetta ekki eins, liðin ekki svona rótgróin, þú veist, með sama kjarna kannski í 2 ár eins og liðið til heimi þar sem að þú kemst upp með það og það kannski borgar sig að vera með að eyða tímanum sínum í að setja upp svona anti-strats. Hérna þetta miklu meira midround call. Bara. Já, og maður gerði það alveg í gamla daga, maður var eitthvað anti-strata þegar maður fór á móti toppliðunum. Bara aðeins að fara inn og sjá hverju mátt búast við en þetta ekki jafn djúpt og þessir erlendu, ég meina þeir eru með analista sem eru vakandi til klukkan 4 á nóttinni þegar þeir eru að spila leiki til þess að anti-strata hitt við. Já, svo það, þú ert með leik, já, akkurat, mennir að maður búin að sjá það líka, svona, það rosalega góð leið fyrir eldri leikmenn til þess að komast inn í senuna út allt. Við sjáum Sippix, hann ekki orðin einhver assistant coach hjá Más? Já, assistant coach hjá Más, þú veist, einmitt, þú veist, það svona, það verið að nýta samt þessa gáðu heila sem eru út allt, ég meina reynslan í síðast, þú sér það að hún endist alltaf, sko. Já. Og þó svo við sem búin að breyta 3-4 útfærslur á leiknum, að þá maður sér alltaf hvað reynslan heldur manni ennþá gangandi, sko. En ég veit ekki hvort þessu tilbúin að fá lið, en ég ætla enn og aftur að minna á Skjálfta. Það þá núna í gangi núna uppi á Digranesinu og ég ráðlegg ykkur að fara og kíkja það, hvort sem þið að taka þátt eða ekki. Já, ég ætla að kíkja hana eftir. Já. Enn og aftur, þá var ég að tala við þig að þú kíktir hérna áðan og þú sást stemninguna. Er ekki rétt hjá mér að Steindi og GameTV-strákarnir eru líka? Eru þeir að taka eitthvað sjómats? Ég hittir endur ekki á það, sko. Nei, geta alveg verið. Sá það eitthvað á Instagraminu hjá GameTV, sko. Það eitthvað þannig að mikið svona skemmtilegu lið. Svo veit ég að Lenovo eru með bás þarna. Já, það eru básar akkurat. Þetta er svo miklu stærra en ég sá fyrir mér. Ég vissi þetta væri stórt, en ég verð að fara þarna eftir og skoða. Já. Það búið að segja við mig bara, ef þú ert ekki bara að kíkja á þetta, hiklaust kíkja á þetta, hvort sem þú taka þátt eða ekki, og það sem ég segi við ykkur heima, ef þið ekki búin að kíkja á þetta, endilega gerir það. En já, Dusty KBO, þetta verður best of one. Ég veit við erum ekki með vídeó tilbúið, en hvaða mapp myndirðu halda að þetta færi í, og ég veit að þetta ósanngjarn spurning, en eitthvað sem þú gætir haldið að væri open? Ég held að bæði lið vilja bara fara í train.
Ég held að þetta verði bara þar, sko. Er það út af því að mappið fönn eða það út af því að þetta Íslendingamapp? Þetta bara, sko, bæði Dusty og KBO eru að pikka train mikið. Þannig að, og ég held líka að KBO séu, ég held að þeir séu með mest í train. Þannig að, ef ég er KBO og ég er að fara á móti Dusty, ég vil vera í mappinu þar sem ég er með mest. Einmitt. Þannig að spurningin bara hvort að Dusty hleypi þangað, hvort að Dusty vilja þá fara eitthvað annað frekar. Já. En ég þekki ekki til þess að Dusty séu mikið að pönnisja svona... Nei, að vera eitthvað að plana vítóðu til þess að forðast eitthvað sérstaklega eða eitthvað. Svona, að því að enn og aftur eins og sagðir, ef þú hugsar svona mikið, þetta enda á að býta þér rassinn bara. Já. Fara frekar bara í mappið þar sem að þú ert öruggur, eða bæði lið eru comfortable, frekar heldur en að vera að reyna að outplaya mannin í vítóinu. Já. Að því að þú verður náttúrulega að vera með líka bara allt mappul og reynu líka hvað þá ef maður fara að von, sko. Ég mun leið og Dusty banna Ancient, þá er það örugglega sáttu við rest, sko. Já, það er svoleiðis. Já. Ancient er ekki þeirra mappi. Þeir kannski banna Inferno líka, en þeir spila alveg öll mappin. Ok, Við ætlum að taka eldstuttar auglýsingar á meðan við finnum út úr því hvernig leikurinn getur byrjað. Hann ætti að fara að starta hjá okkur eftir smá, en tekur ekki langa tíma vonandi. Við komum hérna eftir örstuttastund frá þessum skilabóðum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Vinur minn lenti í sjúklegu óhappi daginn. Hann var að flytja en rúmið komst ekki í litlu möstun hans. Hann reyndi og reyndi en ekkert tókst. En síðan fattaði hann eitt ótrúlega sniðugt. Bear with me here. Síðan fattaði hann að maður getur leigt sendibíl í stuttan tíma. Hversu sniðugt það? Það nefnilega til app sem heitir Flandur, þar sem þú getur leigt sendibíl og valið hversu lengi þú ert með hann. Þetta bjargaði vinur mínum alveg.
Velkomin aftur, við byggjumst afsökunar á þessum smá tæklu öruleikum en við ætlum að halda áfram og sýna ykkur loksins sjómatchi. Mér skilst að allt sé klárt til að verða ready núna upp yfir hjá Skjálfta og við ættum bara að fá vítóið eftir smástund en þetta er best of one vító. Þannig að, já, ef við þurftum að fara í eitthvað math þá sagðið þú, var það ekki? Líklega strein, það er svona millivegurinn, sko. Við allavega getum fengið að sjá það hérna, beint fyrir framan okkur. Það er jarðskjálfti, overpass. Ancient Banji býstu því, overpass, nei, heyrðu. Heyrðu, ok. Hvað þá? Við vorum ekki neitt annað tilbúið. Nei. Dust 2, ef við byggjum hann aðeins á að hægja á vítóinu. Nuke bannað og ok, við horfum á það sem mögulega aukandi sæti. Já. Nú er eftir hvað? Mirage er eftir og Inferno. Þetta lítur að vera Inferno. Nei. Ef við ekki bara kíkja á það. Ég ætla að halda Inferno. Já. Það er mjög áhugavert. Já, það ekki? Það er mjög áhugavert. Þeir eru best of one leik líka, sko. Já. Maður sér ekki Inferno oft, af því að það eiginlega bara vill engi spila. Nei, ég er á sama stað á þú. Já. Þetta er alveg gott decided map, en ég er svo komið ógeð af greinum og svoleiðis. Ég held sko, þú veist, þetta favor svolítið KBO því að ég hef ekki vitað til þess að Dusty séu einhverjir risastóri Inferno aðdáendur, sko. Nei, ok. Þeir hafa svona spilað það af því að önnur lið kannski pikka það eða eitthvað svoleiðis, en þeir eru aldrei sjálfur eitthvað, núna ætla ég að setjast niður, spila CS og fara í Inferno, sko. Það var áhugavert hvort þetta vító hafi komið að því að minni enn og aftur á, þetta er bara sjómats. Það getur vel verið að báða leikmenn hafi, það getur vel verið að menn hafi bara verið, hei strákar, ef við hittast í Inferno, við hittum það ekki alveg, við fáum að vita á næsta ári þegar við verðum með staðsendinguna, á útsendingunni þá á Skjálfta, en ok, Inferno, ég hata það ekki, en þá kemur kannski stóra spurningin, hvor liðið ætti að taka Inferno, eða er þetta bara svolítið óskrifað eða? Ég held að Dusty sé alltaf að fara að taka leikinn, sko, en spurningin er KBO spila alveg Inferno, þú veist, þess vegna segja að þetta er aðeins betra fyrir KBO heldur en Dusty, sko, en á sama tíma, ég meina, Dusty hefur unnið hversu mörg stórmeistaramót með einhvern Inferno Decider eða Inferno sem fjórðamapp eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er ekkit, já, þeir þekkit alveg. Já, þótt, eins og ég segi, þótt það er pikki kannski ekkert Inferno, þá er þetta ekki eins og þetta sé fyrsta skiptið sem er lótin í mappið, sko. Alls ekki. Þannig að, ég held að KBO sína alveg taktæðina, sko, ég held að það er alveg sjens, en það þarf alveg svona nokkru hlutur að fara á þeirra veg til þess að þetta siglist alveg alla leið, sko. Það er enn og aftur bara út af því að Dusty er svo sterkur kjarni, eins og segir. Já. Dusty eiga bara að vera nógu vel púsar til að halda þessu á jafnvægi, bara út allt kortið. Já, og þeir spila líka þannig séð að það skiptir raun ekkert hvaða mappið þeir eru á, þú veist að þeir eru bara, þú veist, þeir eru betri en þú í midroundunum, þannig að þeir vinna alveg midroundin mikið hvort sem þeir eru í Inferno eða öðru mappi, þannig að sama hvað KBO getur kastað í þá líklegast eru þeir með einhver svör, kannski ekki í sama rándi en seinna meir. Þannig að þetta allt getur gerst í best of one. Ég meina, pistol, eins og ég sagði í útsendingunni á fimmtudaginn, 1 pistol, 1 clutch og þú ert allt í hennu bara komin hálfa leiðina í sigurinn, sko. Ég tók eftir því núna daginn. Ég er svolítið nýbyrjar að taka gikkinn aftur, mikið verið að horfa. Nýbyrjar að taka gikkinn aftur. Uspan, ég get hann ekki lengur. Ég tek blokkuna yfir uspuna. Já, þú ert ekki einn í því, sko. Er þetta bara CS2 eða? Já. Það er svolítið. Bara þú getur skotið á ferð með glokkunni og þá tekur það. Já, nákvæmlega. Við veist það samt bara vera pistolið, en ég held við getum farið beint inn leik og það er nákvæmlega hvernig það er. Hér sjáum við hnífana og eru hnífanir öðru í sig? Það er svo langt síðan að maður sá hnífa seinast. Nefnilega, við erum með Deciderinn, það er Inferno, þannig að við vonum að við fáum gott sjómas, allavega gæti ekki verið betur uppstilt fyrir okkur. Sjá rimlana í bakgrunnum, þetta er geggjað. Það er þetta rétt, við erum með kamerur á mönnunum öllum sem að sitja núna upp á sviði á Skjálfta og þetta er snilld, þannig að ég verð bara að hrósa mönnunum á bakvið allt saman. Þegar kemur að Skjálfta að setja þetta upp, glæsilegt fyrir okkur hérna. KBO byrja að setja, það er alveg, sko ég er ekki alveg viss hvar maður setur Inferno núl dags að því að sko áður fyrir þá var maður auðvitað, ok, þú byrja að setja sem... Bara í flestum? Já,
og sérstaklega Inferno, en eftir CS2 þá hefur maður séð svo mikið sko, bæði jafnari hálfleik og jafnvel bara T-sætið hálfleika. Einmitt. Þannig að það er áhugavert, ég held að KPO unnu hnífa og völdu City. Og Pandas og Edison skiptast þarna á skotum og allt róast niður eftir það, ekkert meira ángrað hér. Það ætla að kjósa að vera 3 eða meira í áttina að B-inu. En Peter, það er allir rólegir. Það er svona, ég myndi segja að þetta er ekki svona sjómats feelingur hjá þessu leikmönnum þegar ég segja bæði lið er að reyna. Bæði lið er að reyna að vinna þennan leik og ég held engu öðru en við erum ekkert að fara að sjá hnífa. Ég held að menn vilji bara... Súsanir í pistól og svona? Nei. Þetta er bara mjög dreift pistól hjá Dusty. Ég meina þeir vilja ekkert taka neinar áhættur í þessu rándi. Þetta er auðvitað mikilvægt ránd. En ákveða enda A-main. Pandas tekinn hann af Edison smá einn en hérna kemur restin af þeim. Ná að treyta hann út og það er langt í rótið eins og þú sagði. Þeir byrjuðu að vera 3 á B-inu. Fasti líka bak við smoke. Það hjálpar ekki. Hjálpar ekki. Hálfgert gambúl en þeir eru að minnstoksti 3 lifandi í kjölfarið. Nú 3 á 3. Bomban komið niður hjá Dusty. Og Vinity Gris og Rodríguez saman hérna inn crossfire og strauja þá inn full commit og það er Röflu sem að finnur 1 Vinity Gris seinni Peter núna í pistol 1 á 2 og hver annar með pisluna í loftinu en þetta er eitthvað klesslegt þarna en hann nær honum á endanum og þar sjáum við fræga smörkið frá Peter. Elska hennar mann í pistol. Já, Peter í pistol segir það er erfitt að vinna þann mann. Ég vil meina að ég sé hérna að koma viðnefni á hann, Pistol Pete. Mér finnst ekki að renna svo vel á tungunni sko. En ég er búinn að gera mönnum svo illt greið að reyna að segja réttu nöfnin. Ég kallaði Brion daginn, ég ætla bara að segja eitt stort afsakið hérna fyrir hann. Og líka kallaði Röflu Rodríguez, það er nafnið hans á Challenge Mode. Það er svoleiðis. Hann vill ekkert gera þetta auðvelt fyrir þig sko? Nei, alls ekki sko. Death Cake hefur líka fengið smá hjá mér og svo var það Birnir. Hvað kallaði Birnir? Burner. Það var ekkert verið að hugsa um að kalla þið sko. Það er ekki sjokker að KPO kaupi 9. round. Ef það er eitthvað liðið í deildinni sem kaupir inn í öll second round þá er örugglega KPO. Ok. Af því að þeir eru bara hitnir. Og líka þeir eru svo, hvað segir maður, ofvirkir, þeir eru alltaf vera í actioninu sko. Já, þeir eru svona gæðir sem að bara verða að kaupa P250, bara að gera eitthvað. En ok, þeir eru bara að fara að halda þessum Galil eða ekki og líka hann með kitt á sig líka. Ég held líka að þeir sko keiptu alveg gomma og stöff inn í þetta round en Dusty spilaði þetta bara hratt og þeir fengi einu sinni ekki að nota stöffið. Nei, einmitt. Þeir eru þarna með 3 smóka, tíglu, kitt, armor, head armor. Með dingar sínist mér Edison eða ekki, hann mögulega getur skellt hjálma á þetta sé það ekki alveg en þetta er allavega þess virði að spara, bara 2 round inn. Já, og Dusty eru allan daginn að fara að leita af þeim þótt að þeir byggðu þetta út bombuna, voru ekki viss hvort það er að vera að seifa en ef að Peter nær nonna hérna með gallanum. Það er huge, það er virkilega sterk byrjun eins og segir, byrjunin getur verið bara endalókin líka. Honum brasast á honum. Hann lóaði þessu, já. Það er mikilvægt að halda gallanum því að Inferno er akkurat svona mapp þar sem þú getur, með einum rifli þá getur alveg gert mikið sko. Galil er orðin, sko, ég veit ekki hvort þetta er bara placebo-effekt, hann sé sterkari út eftir CS2. En Galil finnst mér vera svona, ég fyrir að fara að taka hana þessu upp og mér finnst hún allt í lagi sko. Ég held að þú sést einn það. Þetta er bara placebo sko. Já, ég held það sko. Ég sagði það sama Famasin, hann var eitthvað buffaður núna í daginn sko. En Galil þegar kemur að þeir tappa á eitthvað sluðis, ég tek hana yfir aðra byssu sko. Ekki AK-en ennþá, en... Ég held að makkan sé bara of sterk ennþá sko, þú getur verið hoppandi og skoppandi og... Já, fyrir framan horn, jú. Já. Það er eitthvað sko, ég hefði bara ekki í mér að gera það. Counter-Strike á ekki að spilast þannig, en ég gera það ekki. Það er svolítið svoleiðis. Hvernig er stemningin hjá ykkur þarna í Skjálfta? Ég sé þetta fyrir mér. Já, Ég sá fyrir mér alla öskra, Andas allavega, tekur út nonna hérna. Já, þeir fá að spila Dusty spila mun higher round, þannig að KPO fær að nota YouTube sem það kaupir. Nær líka að halda B-inu smóku. Þetta er sennilega nær lörkinu hana hinveginn á vatnu. Keyword lörkið, þannig að þeir eiga bara að vita að þetta sé að stefna í B. Það var allavega
fyrsta solo með réttu stöðuna og átti að fá 1 kill á hann myndi falla. Edison og Mindigris eru skilnir eftir í mjög erfiðri stöðu, jafnvel ómögulegri, samt ekki, það eru 2 mjög lágir leikmenn hérna hjá Dusty. Ætlaðu að kanna málið? Ég meina, ég get nefnt prósentuna af successful retakes á BN og Inferno, ég held að þessi 10% eða eitthvað, minna. Er það? Já. Það hefur vort með jafnveldi. Já, nei, það er nú ólíklegt að þeir ná ykkur en aðalmáli hér er bara að gera skaða, gera þetta dýrt, þannig að Dusty get ekki endalaust keypt eftir töpin. Það var í alvörunni Býttu. Halló, já, Edison, nei, mátti reyna, hann var með kitt. Ég ætlaði að segja að hann hefði getað stikkað þetta fyrst út af því að pillarinn var einhvern veginn akkurat að covera hann frá Tony þegar hann svingar, þannig að það var Heimur, en... Herru, við mistum hann, eða hvað? Já, springur hann ekki þarna í... Nei, já, herðu, einn maður dottinn út á server, sýnist mér, þeir laga þetta í kvelli. Þetta eru bara svona... Þetta eru LAN-galdrarnir, maður svona þarf aðeins að detta út af server á hann allt er orðið gott aftur. Já, þú ert ekki með, svona, hvað maður að segja, veggfest borð þarna kannski og heima og það virkar ekki að slá í borðið þarna og þeir, sko, þá dettur tölvun sambandi, sko. Það verður áhugavert að horfa á þetta fyrsta gun round því að Dusty hafa verið að spila bæði hratt og hægt, þannig að þeir allan að ætla að messa mikið í tempónu í þessum leik, það sést, og ég meina KPJ, ég veit að ég spila á móti þeim á LAN-i á Háringnum og KPJ, þeir eru ekkert eitthvað æðislegir í að díla við svona hratt og reynslu mikið lið, sko. Já. Þannig að það verður áhugavert líka að sjá, af því það er alveg komin í nokkra mánuðir, það verður áhugavert að sjá KPJ á móti akkurat svona liði sem að... Er svona vel polisaði. Já, og í raun bara reynslu miklir í því að sama hvað þú hendur í þá, þá eru þeir að fara að rústa þér í raun. Og það verður gaman að sjá hvort að það sé búið að breytast hjá KPJ, hvort að þeir séu búin að bæta akkurat þann part af leiknum sínum því að það er ógeðslega erfiður partur til þess að bæta. Einmitt, já, þú veist, það er einmitt, þú veist, það kunna allir með að skjóta, kunna allir að gefa call-outs þannig sé, en það er hvernig þið getið unnið saman einmitt. Þetta er eitthvað sem maður sér alltaf elevata lið og þetta er einhvern veginn, maður heyrir þetta út í heimi, sko, að við þurfum tíma, en svo það er ekki fyrir að maður sér það hjá þeim liðum sem að, þið þurftu í alveg tíma. Ég veit ekki hversu oft ég nefni FaZe Clan bara því að... Elska FaZe Clan. Ég meina, Karrigan er búinn að gera þetta svo oft og þetta sérðu, þú ert með hausinn á réttu stað. Það bara, og þú finnur réttu pieces með þér í liðin. Hann er besta dæmi þegar kemur að því að lead by example. Og bara, það er skemmtilegt að sjá svona, að þeir voru ekki snirtilegir fyrst, en hversu oft hann hefur einmitt fínpússa liðin svona á seinni árum, að sjá Másport, það sem hann gerir við þá, svo 2 útfærslur af FaZe núna, kannski 3, ósnett að segja. Ég séð orðróm að reyna sig að fara, sko, það er sorglegt, sko. Það er sorglegt, sko, en hann var búinn að kóla það út fyrir, en það sem ég meina nýtt er að þeir voru svolítið að halda í gamla twist, bróki, props, svona reyna alltaf að fá sama bálið upp aftur, sko, en það var bara einhvern veginn ekki að virka. Nú virðist vera svona eins og þessu samt að fá twist aftur inn, en þetta samt vera eins og þeir séu svona, ok, þú veist, það sama virka ekki, við erum að fara að gera eitthvað nýtt. Og ég held að þá sértu með rétt að manna nýta. Ég held meira að hann sé bara, ef eitthvað, að búa til sæti fyrir sig aftan, tilbúinn. Já. Ég get alveg trúa því að það verði 2 nýju leikmenn í FaZe Clan á næstunni líka. Ég get alveg séð það fyrir mér. Styttist örugglega í það, sko. Þetta iteration á KPJ er alveg drullu gott, sko. Því að eftir að þeir splittuðu, þeir voru þetta í Kano, eða undir Kano-merkjunni í mjög langan tíma og svo splittaði þeir upp og byggja í raun þennan roster. Reyndar Mindigris held ég lánar hjá þeim, ég man ekki fyrir hver. En það er, sko, þetta iteration af KPJ, þeir virðast bara passa svo vel saman. Því að þeir spila ógeðslega mikið saman. Þeir eru alveg endalaust í FaZe-it og það líka þeir virðast vera að pikka upp hellingar hlutum frá því að spila. Þú veist, þú lendir alveg í því að spila endalaust leikjum en þú kannski græðir ekkert á því. Nei. En þetta line-up verður betra með tímanum, hefur maður séð, sko. Þeir eru að fara í leiki og þeir virka eins og, full svampur. Þeir eru ekki að sóka bara meira og meira knowledge með því að spila saman og hér áfram er hann truflu. Gott reyt hjá Tony. Við erum komin inn í leikinn og Dusty
virðast ætla að spila fyrsta konandi hægt. Þeir senda Peter á longið, fá treytið út og núna er þetta bara það sem að þeir gera best og það er að leita af fleiri fröggum. Nonni nær að svara fyrir, nær líka dabbið, það er mikilvægt kill. 2-2 núna, langt í næstu gæja. Bomban mun fara niður og nú Edison og Solo 2 á 2 en þeir ætla að reyna. Solo með hellinga utilið, það gæti verið gæfið munurinn. Og Mollin nær Rafli alla leið niður. Nú er bara að finna síðasta mannin. Tóni kemur sér í 1v1 og þar að leiti nú aftur í 1v1, veit hvað síðasti maður er. Reynir að halda sér lifandi, tekur fætinn en Solo einu skrif á undan, tekur swingið, 10 sekundar stick, diffuse, ekkert mál. Þetta er fyrsta rondi fyrir KPJ og þeir geta allavega verið fegnir að fá eitthvað. Þetta var bestu líkunar held ég sem þeir hafa fengið. Já, þetta round vinst eiginlega bara frá 2K-inu hjá Nonna í grifinni. Alveg risastórt seinna kill hjá honum. Gefur þeim greiða leið í 2v2 og að því að þeir fengu longið early round þá voru þeir með hellinga utilið fyrir þetta retake og geggjaði molliðana í grifina til þess að forsa Tony út í 1v1-inu. Einmitt. Reynir að koma sér bara í fætinn, veit að hann er, já, með buxurnar á hælunum þarna á opinn. Það er ekkert annað en að miða og skjóta og vona það besta, en tengir ekki. Peningurinn í smábulli hjá Dusty, þeir eru forsaðir í tík frá Rafli. Senda Peter aftur út á longið, það gekk ekki. Við vorum líka að horfa á Dusty á 5. í ljósnæðardeildinni og það er akkurat, þeir voru mikið að senda minni degrees, hann var láner fyrir það í þeim leik, voru að senda hann svona í akkurat solo mission. Þannig að það er spurning hvort það sé bara einhver common þráður núna, fyrst að Peter er líka í því róli í þessum leik, ætla hann hinga til. Þetta er gott crossfire. Þessi gruna það eitthvað, hann fer út á sama tíma og fær þar eitt frýtt kill. Næstu því seinna tók smá til en hann er að skrapa því saman. Nú er að Rafli 1 á 4 og þetta er eiginlega nokkuð með bara búið nema á sért. Já, bara taka eitt af þessum rándum þar sem að... Það hefði kannski geta verið simple 1v4. Þetta gæti bara verið highlight, það var ekkert annað, þetta gæti bara verið top 5 highlight á Íslandi. Já. Það var ekkert annað í stöðunni. Líka KPJ, þetta er eitthvað sem maður sé líka miklu meira með liðum í dag. Það eru minna af þessum tækifærunum og mér finnst það vera út af því að liður eru búin að fatta, hann er einnana. Við munum kannski 3 degja en förum bara allir í hann, verðum bara flóð. Ekki gefa hann tíma til að hugsa lengi. Liðin eru líka bara orðin mikið betri, sko. Ég meina það. Já. Og bara það er sem ég segja, þau vita, herru, hann er einnana, já, hann er factual kill, en við erum bara flóð, við erum bara klárum hann. Þetta er ekki að spilast eins og sjómann sem að ég sá fyrir mig. Það er hiti í leiknum. 2-3 fyrir Dusty, já, fórkjasti eins og er. Þeir eru á pistlunum og þetta verður bara spreyta nema í fái opnin, ok. Nú er bara einn maður að halda í hennu eins og er eftir sem að tefja þetta aðeins og sækir tvist hérna. Já, ekkert vesen. En Peter fyrst með pistluna og nú með einn riffil í viðbót. Hann er 1 á móti 2 en eitthvað var þetta skrappi. Hann hefur samt nægan tíma til að brenna. Spottaði þarna, hefði þetta að spotta í hann held ég. Hann lappar í gegn, þetta er galið play hjá honum. Ég held að hann nei, þar kemur þetta. Mátti reyna. Þegar þú ert 20 HP í 1v2 þú ert að gera eitthvað smá silly. Já, líka, með riffil eða ekki, það er stundum að minna sér þetta. Varíko. Þetta er, þú mátti reyna þetta, sko. Þeir fengu loksins líka, ég meina Peter er búinn að vera að fara þann á longið, hann er búinn að vera að reyna að hitta á gott timing. Þeir gerðu það núna, ég meina 2 staur, blindir, CTR á móti þeim. Já, og fara út þarna saman í gegnum smókin bara með verri byssurnar en þeir nýttu þær saman og tím kill hjá þessu líka. Já, afsakið. Tíma sýst, en já, það eru fullt af byssum hérna núna. Bæði lið með fullt kaup og núna skiptist þetta, já, en aftur Peter bara mannana. Er þetta hans svæði? Já, ætli það ekki. Það er svo langt síðan að ég sá þetta í Inferno, ég veit það ekki, sko. En hann er vanlega í svona high importance map control stöðum. Hann er svona hálfgerður entry fragger. Bara hann er svo stabíl, ég meina þú getur skilað hann eftir einan eiginlega í öllum þessum map controlum og þú veist, þú farið ekkert verra út úr því, sko. Nei, meitt. Lurker ef hann er einn, entry fragger er hann með restinni. Já.
En þeir fá allavega B-sætið nokkuð öruggt og þegar það eru bara 10% líkur þá held ég að Hljóð vilji bara láta sig hverfa. Það nú, ég get lofaði því að það mun minna en 10% líkur í 2v4 retake. Já, en nú alltaf talað Dust 2 B-sæti sem eitt af erfiðasta. Setur það ennþá erfiðara heldur en Inferno B-sæt? Nei, sko, Inferno B-sæt auðvitað bara ekki hægt. En ég held líka, sko, ef ég man rétt í tölfræðinni að A-sæt Dust 2 erfiðara samkvæmt tölfræðinni heldur en B-sætið að retake. Er það málið? Já. Það hlýtur þá bara að vera út frá nýja CS. Það gæti líka bara verið að, sko, ég held að bomban fer mikið ofta niður á A-sæt, sko. Já, gæti skrúfað þetta aðeins. Það er enda rétt, já. Fleiri attempts, fleiri niðurstöðu til að jafna það niður, en... Þetta er gott spar. Þeir geta núna keypt inn Nidaland, Myndigrís á efna á vappanum. Hann hefur verið að fá opnunarkill allavega einu sinni, ef ekki tvisvar. En þetta var svona klassik Inferno round í þessu að Myndigrís fekk opnunni í miðjunni en á móti fekk Dusty bara 2 opnunir á B-inu. Já. Og þetta, já, ég minna þetta hefur bara verið, snýst allt bananafætin hjá Dusty. Peter er búinn að vera mjög góður þar. Það er vanlega einum. Enda bara eitt mikilvægasta map-kontrollið þegar kemur að þessu mappi að ná banana hvort sem það sé mid-round, late-round bara sé óvissa fyrir CT-mannin en Peter er framlega aftur og enn og aftur með opnun. Tony búinn að koma sér fyrir með honum. Pandas vinna annars staðar opnun á mappinu en þeir fara bara saman í þetta og léttilega eru búin að opna B. Það er ekkert sem að Myndigrís og Edison geta gert núna nema eitthvað, já, rosalegt fullt hús í boði en þeir fá reyndar info á þetta. Myndigrís búinn að kóla þetta út eða bara spotta þetta. Það er spurning hvort hann segir Edison að hanga í kringu sig af því að hann gæti líka fengið kill. Nei, Edison fellur og nú vita hvað vappin er og það er bara held ég full hunt, er það ekki? Jú, Pandas er komin í baki á honum og... Já, og spottar hann þarna. Þetta er reyndar Pandas er að koma sér snemma fyrir. Það að Myndigrís hafi spottan á undan, gefur hann að minnstakosti smá advantage en það er rosalega fyrir hann að fá að spara þessu þegar Myndigrís er best. Þarna er breytingin hjá Dusty. Ég meina þeir eru greinilega búin að finna timingið á longinu og þeir hafa bara verið að já, þeir hafa í raun bara ekki fengið neitt á móti sér á longinu eftir að þeir byrjuðu að flassa hægar og aðeins seinna inn í rándið. Ég meina þeir eru búin að grípa KP og staurblinda 2 ránd núna. Já, einmitt. Þetta er, eins og ég segi, Dusty með breytingarnar mid-game. Þetta er bara það sem þeir gera best. Spáði ekki einu sinni í því. Þetta er strax komið á hærra level heldur en ég þekki. Já, það er rétt. Þeir eru þeir eru rosalega explosive. Bara þegar þeir fá opnunum einmitt eins og B. En núna, þetta er alltaf gaman að sjá. Og þetta, já, það rignir. Peter kólar af út. Það er of seint. Tony núna reynir að stilla sér upp fyrir spraydown en Ravli hann einn getur bara séð núna að halda banana. Það er reynda maður bak við hann sem aðstofar hann með mollunum og það er bara nákvæmlega sem það þurft að gera. Nú ættu menn að geta farið og planta í friði á A-inu en það þarf einhver að díla við þessa leikmenn hérna. Edison reynir hann refsa vappanum en vappin refsa þeim. Já, Pandas er innstiklaður þetta land með því að vera, hann er komið framlega í hús og tekur aðeins. Það eru auðvitað ekkert verra en að þú veist það eru margir á B-inu en þú ert ekki komið með A-sætið þannig að það er alveg hægtlegt fyrir það að róta þetta þegar þeir getur verið undan þér. Já, svo er það. Hann veit þetta. Hann hefur 2 ákvarðanir. Hann getur farið niður til banana og aðstoða en hann treystir sínum mönnum til að gera það og frekar tryggja rándið. Pandas er bara með eina ákvörðun, það er 2 alltaf. Eða það? Já. Pandas er allræmdur 2x bombari, sko. Ég meina bara, hann er karakter sem við megum ekki missa. Hann er fyrir ástæði. Já, ég var að horfa á Aurora spila á móti, ég man ekki hverjum, en þeir voru vel undir og Ásveig byrjaði að hæpa það fyrir bakverða. Hann var einu sinni ekki í leiknum, sko. Okay. Bara byrjaði að öskra á þá að hæpa það upp. Okay. Heldur þetta er endur á því að vinna hann leik. Það er þetta geggjað. Ef þið viljið vinna leiki þá viljið fá Ása Panda sem hæpmann. Hann er alveg svona hæpmann, þú veist, þetta er hann ber með sér bara einhverja öðruvísi orra eins og ég segja. En eins og ég segi, gersemið þegar kemur að því að vera CS leikmaður á Íslandi. En Peter, hann er ekki síður, hann er bara allt of sterkur þegar kemur að því að vera þessi leikmaður. Bara, hann er svo fókust, ég elska að horfa hann er uppáhalds leikmaður minni. Það er alltaf gaman
alltaf gaman að horfa á Peter. Hann er bara svo öruggur með sig, sko. Það er einmitt það, hann er bara, ég held að þetta er eitt af þessum leikmönnum sem að maður sko sér fyrir sér spila nákvæmlega eins heima á sér og nákvæmlega eins fyrir framan 10.000 manns. Já, hann er búinn að gera þetta í svo langan tíma. Er það ekki? Er það ekki bara það? Já, þetta er bara skrifstofudagar 8 til 4, sko. Það er svo gott að hafa svona leikmann þegar það er, ég ætla ekki að taka neitt aðeins, það er vantarlega meiri pressa þegar þú ert upp á sviði, kannski ekki sjómatsi, en verið samt eins og menn sé að taka þessi sem alvöru leik, sem þetta er alveg, en já, hann er með hausinn á rétti stað þar, sko. 3-6, KPJ, núna 4 að halda, þetta er svolítið erfitt 2 að halda á móti, já, öllum 5 sem að verður á A-inu, Nonni fær eina opnun þarna í A-inu og það er þetta góð opnun, trade, en það er tekið strax tilbaka, nú 2 leikmenn eftir á móti 3 lágum samt sem áður. Já, þetta var bara mjög yfirvegað hana hjá Dusty. Þeir áttu efnaði yfir þetta með mann fleiri, en núna á þessum tíma KPJ ætti bara að byrja að spara ef þeir fá ekki kill hérna early. Það er þetta voðalega erfitt retake fyrir þá. Fallegt. En maður sá KPJ reyndu að breyta til hana á longinu, fóru hægar inn í takeið, þetta fengur smoke á móti sér, þannig að kannski var það faktorinn, en það gengur ekki, ég meina Peter bara... Já, sko, og ég skil þetta að þeir fá þarna 2 kill og út frá því, ok, förum inn á sætið, stillum okkur upp fyrir að halda sætinu, við vorum að fá 2 opnanir, svo eru þeir stormaði niður. Þannig að þeir kjósa ekki að vera aftarlega og spila retake fyrir fulls út af því að þeir kannski fá þessi 2 kills. En þetta er Counter-Strike, maður getur bara að vita svo mikið fram í tíman. Já. En ekki, já, eiginlega bara engar líkur á að KPJ vinni þessa umferð hérna. Já, ég hef ekki sagt neitt annað. Dabbi kom með kill, let's go. Fá ekki við því. Ég spáði mjög mikið í því, skal alveg viðurkenna það. Var hann að fá 2 í þessu rondi? Já, hann var að fá 2. Ok. Hann var bóndarinn, sko. Sigur kallinn. Það er ekki að vera bóndarinn í 7-3 sigri, sko. Það er málið. 7-3, já, það er enda komið svolítið langt þá, sko. Já. Það er rétt. Þetta er alltaf komið, þetta er ógeðslega vont að vera komin svona langt inn í hálfleikinn, þurfa round og þurfa að taka eitt svona sparround. Það er alveg, það er svo óþægilegt. En núna erum við komin í annað kaupránd hjá KPJ og það er, sko, þeir hafa mikið verið að spila upp á banana. Það er alveg spurning hvort það er, ok, ég segi bara, heyrðu, ok, við erum búin að tapa svolítið mikið á rándum hérna, förum að reyna eitthvað annað. En þekkjandi KPJ þá býst ég að þeir fari bara banana aftur, sko. Já, þetta er líka svona, ég held að, sko, þetta er, þú sérði minna, sér killin á leikmönnum hann, Edison 15-9, sko, það er bara svakalega klassík. hluti. Þetta er, ég geti trú að þið þurfu bara eitthvað svona highlight til að kveikja sér í gang, sko. Já, og eins og ég sagði fyrir leikinn, menna þetta matt virðist vera orðið terstættið, sko. Já, svo það. Er þá hægt að segja að KPJ séu öruggari kannski að fara bara yfir í terra? Já, það hentar þeim örugglega mikið betur, sko. Það má vel vera. Ég hef alltaf sagt þetta þegar ég er að spila með kannski nýju leikmenn. Mér finnst alltaf betra að vera 5 þá heldur en 5 á síti að sjá 2 sæt. Þið eru að minnsta kosti saman. En... Poetíst. Pólitíst, já. Nei, poetic. Poetic, já, þakka er. Það snýst allt að vera, 5 puttar á einni hendi. 5 puttar á einni hendi. Hver var það? Það var þarna sjokkskæinn franski þarna. Já. Þetta er alveg rétt hjá honum, sko, en hann notar þetta svo oft, maður gæti ekki hann að leiða þessu. KPJ þurfa, þú veist, þeir þurfa bara að gambla og eru með 2 menn á aðeinu, en já, eiga reynda að smóka eftir hjá Solo. Það er spurning hvort þá Dusty fær í gegnum þetta. Rótið er á leiðinni, þeir vita núna í raun hvað er að fara að gerast. Já. Þetta þarf að vera multikills hérna hjá annarkvort Nonna eða Solo. Það er bara, ja, Edison sem getur. Og Edison, ég minna, hann er svo sem alls ekki slæmur í því, hann hleypur einn maður fram hjá honum, en Solo er með baki á honum og þetta er risastórt. Nú eru þeir allt í yfir 3 á 3, en Solo er ennþá bara 1. Edison bakkar út frá þessu og hann eiginlega má ekki fara 1 í þetta nema hann fái tvistið að cancela bombu. Hann fer samt í gegnum þetta, hann fær 1 og info. Nonni að minnsta okkur veit hvað þeir eru, en Rafli snöggur, sér smókinn hverfa og neglir þarna 9 fyrir Dusty í skorborti á sér áður en þeir fara sig yfir í séti hliðina. Þar sem að, já, hlutinir eiga ekki að vera erfiðari fyrir þá.
eiga ekki að vera það. Nei. Þetta þeir eru búin að gefa sér risastóran buffer, komin í 9 round, ég meina KPI hafa ekki mikið af round til þess að vinna með að tapa þessu pistoli. Maður eiginlega bara, svona ef maður horfir á KPI og scoreboardi þá er þetta rosalega þurfti eitthvað hjá þeim sko. Já, þetta er líka smá blekkjandi leikur að þeir hafa, þú veist, roundin hafa eiginlega bara klárast á 10 sekundum á longinu sko. Já, banana segi ég. Új. Mínúti grís með P2000. Komaði í gegnum smókin, Tony boxar flassið, það var aðeins og djúpt en hann næst á einum. Áður hann að fellur, gott. Új. Þeir eru konið með rapparándið og ekki bara það heldur sætið líka. Þannig að þetta er geggjubyrjun hjá þeim. Þeir fá pistolrándið, alls og snett að segja það en ég ætla samt að segja það. Samt að segja það, þeir fá pistolrándið. Dabbi og Peter eru báðir með arma. Peter er enda lifandi. Peter er lifandi. Anskotin. En þeir eru ekki með kit, hann liggur eitthvað staðar. Hann er með pistol, það er nefnilega vandamálið sko. Þetta er erfið krossaður til þess að díla við. Virkilega vel spilað hérna hjá þeim en vita af núna báðum leikmönnum. Það er bara að fara inn og ég neita að trúa að fá 2 úr þessu. En ok, þeir þakka fyrir þetta KPI og fá pistolrándið. Það er, veist ég veit ég er að djóka með þetta með Peter en ég fæ samt alltaf svona af því að hann er búinn að gera svo oft og ég man þegar ég var að lýsa hérna vormótinu ljósleiðarans með hérna Óla þá bara ég neita að trúa þessu. Hversu hann var að fá AC pistols og svo var kannski þurr leikur hjá hann út eftir það. En leiði að kom pistol, þá fekk hann að vakna hann aftur, já. Það er skemmt að þetta, sumi leikmenn hafa bara þennan faktor, bara pistol reset. En þetta er alltaf gott reset fyrir KPI og þeir eru komin á borðið og komin með opnun og Edison kom með 2 opnanir þannig að þeir geta farið út á því. Mínúti grís sækir annan tvist hérna og þá er það Peter en aftur með pistol en þeir fær byssur á mótunum þannig að hann getur, já hann á ekki að komast úr spætingi samt en þetta var svo geggjað. Hann treysti líka bara hausinn á skjánum og það. Þeir fara líka í true KPI fashion, þá fara þeir upp mixið á undan flassinu og Dusty auðvitað vanir að spila á móti, þú veist, svona meira structureum gæjum, þú veist, hátt íló og eitthvað, allir anti-flass. Það er enginn að horfa á miðjuna, þeir eru allir anti-flass, þess vegna fær Edison 2K þarna án þess að eitt skítur á hann sko. Já, hann fer bara þurrt inn. Hann fer bara þurrt inn, það er rétt. Langt á undan flassinu. Ég tók ekki eftir að þeir voru að spila anti-flass, þeir eru kannski að búast við, er þetta ofugsun myndir segja á Dusty? Nei, þú veist, ég held að í 9 af 10 skiptunum ef ykkur fer hann upp mixið þá er það með flassi. Já, þetta er bara kannski Edison sem ákveður bara, er ekki flassið. Já, Edison fer kannski aðeins og hratt þarna eða hvað, því að flassi kom bara ekki hérna á undan. Sko. Nei, en borga sig, láni og láni og núna 4, já þetta er aðeins búið að ná að hamla á hana niður, það er þá einn leikmaður sem er búinn að falla fyrir þá á banana. Peter sem að finnur hann sýndist mér. Já, bananafætinu auðvitað. Og núna sko sem Terri þegar þú tapar bananafætinum svona þá er ekki mikið af valmöguleikum sem þið hefur því að þú í raun ert fastu við það að taka mixið sem þeir gera en oft eru CTR að halda banana þannig að þú svona lokast eiginlega inni en Dusty auðvitað að gefa banana hérna. Og gefa það, já, bara með opnuð faðmlagi heila. Edison er þetta ekki bara entry fragger? Klassik Edison. Hann er og kannski gott sýnidæmi af hverju ættir ekki að gefa mappkontróllu sem þú færð frítt. Nei, nákvæmlega. Af því að þarna hugsa þeir mitt bara, já þeir fara silent upp eða ekki? Jú, Edison greinilega næra að bjúsa hana timing, þeir eru ekki alveg að, þú veist, þeir voru að klíra banana, þeir eru bara búast við því að það sé maður kominn svona framlega. Þannig að þetta grípur þá aðeins á óvörnu, en auðvitað Edison, ég meina, klárar þetta bara því að hann er geggjar í þessum leik. Já, ég meina, hugmyndin er að það gæti verið setja menn að halda banana, en það er bara akkurat það sem að Edison vill. Hann vill vita hvar leikmennir eru, því að hann er að fara að sækja killin. Og nú er Tony einn eftir og talandi að sækja killin, þá eru 2 leikmenn Rufflu og Edison komnir í það og ættu að fá að vita hvar hann er, hvort sem hann er að halda sérlifandi eða ekki. En Edison núna ná Tony og tekur killið og ætti að fá að halda sérlifandi ef hann svingar ekki út. Þannig að já, fer með byssun yfir í næsta ránd. Nú er þetta alltaf orðin heiðarleg 6 á KPI og þá finnst mér þetta strax miklu betra.
Það er auðvitað svolítið dýrt þetta hönd hjá þeim, en þetta er það sem þú þarft að gera þegar þú ert að spila svona undir. Ég meina þú hefur ekkert endalaust um að gunroundum til að vinna með, þannig að ef þú nærið að hjálpa þér aðeins með því að eyðileggja efnahaginn hjá Dusty, þá tekur því, held ég jafnvel þótt að þú mögulega missir aðeins af því. Hjálpa líka þegar að með leikmenn sem að fara að kaupa hvort sem að það getur verið AK. Já. Edison, hann fremstur aftur og hleypur hérna bara upp miðjuna. Ætlar hann í gegnum smók? Nei, ekki svo gott. Bananafætin verður mikilvægur en það 2-2 þar. Það á það með enginn hjá KPJ og rétti með flush, þannig þeir allir greinilega að halda bara í bili. Dusty líka búinn með 2 smóka strax, eiga enga eftir. Bara neitt á Tony og þetta Ruflu ekki að horfa á skjáið sinn, Panda slætar þarna í anguli hjá honum. Þetta eiginlega bara nákvæmlega sem þeir þurftu, þeir þurfa kills, þeir hafa ekkert utility til að blæða, ekkert til að kasta, þannig að ef að... Þetta ítir þeim upp banana beint inn í mögguna. Já, Minitrix veit betur, klera þetta alveg upp á tip-top og nú Tony og Panda sinni 2 eftir og KPJ spilir þetta vel með því að vera ekki snöggir á sér. Þeir eru ekki að drífa, þeir vita þeir eru á móti pistol. Þeir eru bara að taka sér rólega, vera þarna saman, buddy system og þetta ekki búið, en þeir eru voðalega splittaði núna verð ég að segja. Pandas, hann ekki bara að finna að fá heyri ykkurum. Já, vandamálið að þeir vita ekki. Tony en það kannski skiptir ekki máli ef það voru með Edison fremstan. Nei, einmitt. Það flikkaði aðeins svo hart þarna. Ok, þetta Vappi á raflega. Hann búinn að vera að flagga mikið en ég held að hefur ekki verið mikið af vöppum í þessum leik. Hann ekki svona yfirgnæfandi sem maður hefur tekið eftir. Þannig að það verður áhugavert sko hvort hann byrja B eða hvað. Já, byrja B. Ekki mikið verið vappi kannski einmitt hjá þeim T-side sem svo sem það skilur sko. Já, ég tengi alveg við það. Það eru umrætt að vappa T-side. Það ekki í þessu mappi en það er ekkert að sem þeir vita á það. Já, en Minitrix, hann kýs frekar að hafa hann með sér sín megin og sjáum hvort að þeir vinni opnun á honum í attacker, en já, eins og segir Rafli, hann með 16 kill en ekki mikið að eru vappakillin, en hann hérna framalega á shortinu. Hann gæti verið bara opinn. Þetta var hrikalegt. Já, þetta var ekki alveg komst að þarna saman sindist mér, hann var svolítið opinn, hefði getað fallið hérna bara. Mér finnst bara ótrúlega að Edison fer í þetta kill sko, en það kannski það sem hún gerir þegar úr 24-13. Það áhugavert í þessu rándi að Dusty fá longið, eða banana segi ég, og ákveða að vera aftarlegir á aðinu. Fá næstu í brendir af því, en núna þeir byrjar að fókusa aðeins meira á aðið. Annarkæði komin yfir. Það var mjög gott fyrir KPJ að enda á B núna því að það myndi minna Dusty aftur á af hverju þeir eiga að halda sínu map-kontróli því að nú þeir bara með 1 leikmann fastan inni á B-inu. Rotatið komið en ekki nóg að snemma. Hann bara 1 fastur inn á. Ekki útilegt hjá KPJ. Peter nær ekki að ná braggi og sömuleiðis Dabbe kemst ekki í gegn. Callið kemur en ekki nóg að snemma. Tengir næstu því þarna í, eitthvað í City Towni. Bomba fyrir niður og 4 á 3. Þeir ætla samt að reyna að Dusty og skil það 2 mjög lágir en ekkert utility. Rafli lætur vaða hér í gegn. Kalli kemur auðvitað bara á þeim sko. Gæti komið tenging. Ég held að þessu aldrei að leyna þeir eru að skoða hvað þeir fá en ég held að þeir voru aldrei að fara inn í þetta. Nei, KPJ líka gefa þeim ekki neitt, segi ég, en innan við tíma. Ég meina, tíminn brunninn það mikið núna að það ekkert annað sem Tony að fara að gera nema að spara vappan, solo með sig, ætlar ekki einu svona leifa með það, fer á mótunum og jafnvel tekur það bara sjálfur ef að Minitrix óskast. En tekur langstökkið frekar og þarf að kaupa sér sjálfur byssu yfir í næsta round. 8-9 erum við komnir í og þetta þetta spar hjá Dusty eða ætlar það að forsa aftur á móti? Það Peter fyrir á mögguna aftur á longinu eða banana, ég kalli þetta long. Eða hvað? Longið banana, það ekki banana þarna? Nei, það er rétt. Það heldur ekki bíl þarna, en segir þú ennþá bíl? Já. Ég segi ennþá bíl. Ég segi ennþá bíl, sko. Ég get ekki tekið það. Sumt bara svo fast í, sko. Maður kjúar í einhvern Faceit leik og með einhverjum útlendingum og byrjar að kalla sko Marco Tennis
Þeir eru þetta bara, hvað er þessi gæi að segja? Ég spila með svona, bara svona vinnuhópnum og bara þegar ég segi kata eða eitthvað sem rótur um íslensku, það bara enginn veit hvað maður er að tala um, sko. En þeir eru ekki að fara að búast við að vinna þetta round hjá Dusty, en þetta er samt stórhættulegar byssur á stórhættulegum mönnum, þannig að... Þetta er perfect setup samt. Þetta er geggja setup, það er alveg rétt hjá og nóg til að refta þessu. Nú vita það næsta manni og eru komnir með byssu á rafli, en Peter þarf núna að halda fast á bíðinu. Hann er eini maður sem hættir hérna og var það líka áðan, en þetta skipti ákvörðun að koma sér fyrir framan smókin og vera bara steinn. Ekki sína sér frí, koma kúlur á móti og Nonni finnur þetta, grunar þetta og fer inn út frá því. En þá er fyrstur að Dabbi með 5-7, tengir ekki þarna og Minidegris sækir fyrst, en þá er bomban farin niður og þetta er opið fyrir Dusty núna, 2 á 2, byssurnar eru orðnar betri, ég held meira að það geti kastað á milli. Bæði armor. Og líka þetta er ekkert geggjaðar stöður hjá KB og þeir eru í einhverjum smókum og eru í raun galopnir fyrir einum stað, vita samt núna hvar Tony er. Ekkert kitt. Bara í þetta og þetta sem solo eru bara tilbúinir, voru ekki á staðinu sem að þeir gískuðu á hjá Dusty. Þetta verður til að það verður, fullt reynda kaup, afsakið, ég held að það væri spara eftir þetta, þeir pikkuðu byssurnar. En nú erum við komið jafntefli, það er bara KPJ, þeir eru búin að... Þetta er bara classic Tearside Inferno, það er nú ekki eins og þetta er alveg fer frá því að vera 11-4 CT-map í að vera bara 9-3 termap nána, sko. Sem er alveg ótrúlegt í þessari CS2 breytingu á mappinu, sko. Einmitt. Já, 9-3 náttúrulega er nýja... 11-4. 11-4, að kalla Sonic Law eða ekki? Sonic Law, já. Þetta heitir sko Curse í öðru leik sem maður má ekki nefna, sko. Minidegris, hann má ekki nefna hvernig að þetta var í gegnum vegg. Fór þetta í gegnum. Við höfum spottað hann, nær geggjaðri tengingu. Peter, núna með vappan og eiginlega bara enda skellari. Minidegris með línuna og býður eftir skotinu. Þarna er reynsla. En Peter býst samt við þessu, en hugar ekki til Tony bara með, Tony að bjarga þessu rándi fyrir þá. Hann miðar á hausinn og klikkar á hausinn. Nú Ruflu. Stólinn í læðstu stillingu, tilbúinn að rústa þessu. Hann er alveg í bullandi sénslega að ná panta sína, en vandamálið er þegar þú ert herri að lappa upp shortið er að þú heldur alltaf að sé gæi í grifju. Þótt að það sé enginn í grifju þá heldur það alltaf og þú ert alltaf hræddur við að lappa hana lengra, sko. Ég er alveg sammála og eiginlega bara ég ætlaði að segja Minidegris, hann er í stöðu þar sem hann mátti ekki deyja, sko, en hann vissi ekki að Dabba svona nálægt. Ég veit ekki hvort að Dabbi hafi heyrt skópinn hans eða ekki, það gæti hafa verið. En hann var það nálægt, þannig að mögulega eru Dusty með infóð og undan. En þeir allavega eru með infóð núna, 1 leikmaður, garantít 2 núna leikmenn eru á A-inu og það er loka staðan. 15 sekundur eftir, Panda situr ennþá hérna ofan í, heldur línu, Ruflu þarf að fara í þetta. Þeir eru búin að sína sig beggja megin, en þeir spila þetta perfekt hjá Dusty og taka bara crossfire, eru snöggir að responda. Það eru 15 sekundur eftir, það er ekkert B. Sækja 10. rándi fyrir sig og komnir einu skrifi nær frá því að vinna þetta showmatch. Panda séu 2 valmöguleika þarna, annað hvort tekur hann fætin eða félur sig og ég meina tíminn var lár 10 sekundur eftir, þannig að hann tekur ákvörðun að féla sig og það er bara hárrétt. Þetta er fyrsta rándi sem að þeir vinna núna í 6 ránd. Sjáðu peningin hjá KPJ. Einmitt. Alls ekki gott. Þeir kjósa að halda momentuminu somewhat í gangi. Þeir eru náttúrulega ekki að leyfa Dusty að fara með þetta yfir í 11. Þeir forsa alla leið niður, hafa trú á sér og sínu og ég kann að meta það. Þeir eru með AK Edison, þeir þurfa nú ekkert mikið meira en það held ég. Það er nokkuð 28 kíl. Þetta eru svona silent 28 kíl. Hann er augljóslega búinn að vera toppfragga, ég er ekki að taka það á honum, en 28 kíls. Þetta er 40 bomba í CSGO. Galið að sjá þetta. En fleiri en AK-en á svæðinu, það eru líka one-shot headshot byssur
Dusty mjög aftarlega, þetta getur verið mjög hættulegt hjá þeim því að geggja plast. Tony reynir sprayið solo og Röflu fá sig ykkur flaggi hérna núna tilbaka. Býttu, þetta er alltaf bara einn leikmaður eftir. Það er Panda sem að halda hérna í pittinu. Vita hvað hann er. Ættu að geta garantíað sætið. Ættu að geta garantíað plantið. Og KBJ leti þetta virka. Einn maður eftir og það er Dabbi. Þetta er það sem er hættulegt við að vera aftarlega á A-sætinu í Inferno er að leið og hluti fara úrskeiðis, sekundu seinna hafa Randi tapað. Þú býður upp á of mörgum að taka gunfight á þig þegar það kemur að því. Þegar þetta gerir þetta vel, þú veist, Rafli var nálægt honum, þannig að þeir voru allavega 2 í þessu sko og flassið þetta geggjað líka. Já, sérstaklega þarna á longinu. Já, en svo akkurat leið og 1 deyr eða 2 deyja, þá er Ási 1 eftir í grifju, það er ekkert sem hann getur gert. Þetta er svolítið 2 leikmenn er eins og að vera 3 leikmenn. Það er sterkara heldur en 2 solo-playerar. Þið getið spila svo vel af hvort öðru eins og þarna. Flussin er bara geggju. Tony fær 2K spraydown og bara ekkert vissinn. 20 kilo á honum. Það er bara, hann er efstur á móti. Andast, hluvast af. Já, hann er timing. Hann er næra hann samt. Næra að stoppa þarna. Heiðilega þurft að tengja fyrstu kúlinni, en þeir eru framlega allstað. Þeir fá banana í staðinn. Eða longið. Mótur ennþá dýp og hann ætla að fara í gegn Dabbi, er hann galinn, hann fer í banan nær honum mínúti grís. Og svo líka kemur spurningin, af hverju myndi að gera þetta ef hann var eini maðurinn á B? En þeir senda samt Peter yfir í rotatið, en ég hata þetta ekki, hefði það komið strax respond frá KBJ að fara yfir A, þá var hann á réttu stað. Þannig að þeir eru með eitthvað skonar ígóplanana í gangi, en Tony hann ákveður að þeir halda þetta sé B, loka sprettir og það er rétt að callið eins og er. En Rafli, 1 á A-inu á meðan. 2 diglur, hvernig fara þær að þessu? Það er Molli til, Peter með pisluna og tekur 1 þarna. Tony núna á móti. Þú varst aldrei við honum. Hann gæti fengið fríkill líka. Hann fær ekki bara 1, hann fær bara 1. Hann átti að geta tekið bombuna þarna, þetta var hættulegt en rétt svo fær aðstoð þarna frá sínu manni. Rafli núna 1 á 2, enn og aftur með digluna. Þetta er force, ekki ego, þannig að eiginlega svolítið mikilvægt að hann vinni þetta. Já, nær mögulega á vappanum sem að liggur hana í smóknum eitthvað staðar. Ég myndi leyfa manninu það. 10-10 er staðan og fleiri ekki fyrstu oranges, eða ekki? Second oranges. Jú, akkurat. Ég segi alltaf bara til vinstri, sko. Ég er svolítið þar, sko. Ég vil ekki viðurkenna það, ég er svolítið þar, sko. En það er samt bara það að, sko, þegar ég spila með, ég fer oft inn á, í pjallið og tek leiki með CS-spilurum, segjum það. Þá er ég rösti í þessu, sko. En þegar ég er að spila með svona fólki sem að spila ekkert CS, þá þarf ég að vera svolítið hægri vinstri og þarna, þegar þeir þekki ekki þessi call-out, sko. Rafliði með vappan, tekur geggjaflass í miðuna, fæst hann ekkert út úr því. Bæði lið ákveða að gefa banana, KBJ eru ekki jafn gjarnir að taka það og þeir voru í CT-inu. Þeir eru mikið meira í mixinu, með opnun en Dusty svarar strax fyrir. 3 á 3 núna og að verður loka svæðið. Nær Tony að gera eitthvað skada. Yes sir, fær ekki bara 1 heldur 2 og næstu í 3. En Peter tekur hann og klárar hann í loftinu. Þá er það 11-11. Við erum með showmats, dumur og herrar. Það gæti verið overtime. Eins og leikurinn er búinn að fara, þá gæti ég alveg trúa því. Er ekki ákveðið curse á showmats sem að þau fara alltaf í overtime? Sko, þegar maður horfir á showmats út í heimi, menn er að hnífa hvort annað, það er rosa mikið kasta bombun og svona, þá skil ég það jú. Af því að leikurinn fer svona, strákar, við þurfum núna að taka okkur til. Þegar hinn eru konum með 11, þá geta þeir verið að fíblast, sko, en þú ekki. En þetta showmats er ekki nú að virka eins og showmats. Mér finnst bara að við erum að fá geggjaðan leik fyrir fram á okkur. Bæði lið er að reyna að vinna þennan leik og ég kalla það alvöru showmats. 11-11 og já. Þeir taka svo mikið util damage upp langið, ég meina Solo er döður, Edison 7 HP. Lítur á Rafli núna, já þetta er, sterk opnun hérna og þetta var fullt kaup hjá KBJ. Ekki góð leið til að fara í næsta round. Ég held að segja eiginlega bara engin leið nema að spara byssurnar, en það er allt of mikil tíma á borðinu.
Já, það líka svo leiðilegt þegar þú ert með svona, þú veist, staðan 11-11, þú ert með gunnan sem þú þarft að vinna, hleypur upp longið og þú ert 5 HP eftir 2 greinur. Já, þetta einmitt inferno fyrir því. Það er... Ef ég væri í KPU-ina, ég væri að senda AKN í spawn og við værum að spara. Ég myndi segja það sama, bara þó að tíminn sé leiðilega langt í, þó að þið finnist eins og þú getur kannski gert eitthvað, fengið eitthvað séns. En eins og núna, báðir menn búin að skjóta því að báðir menn eru vitað þannig að allir leikmenni geta farið nær og þrengt bara af þeim, 30 sekundur eftir og það er bara ekkert annað í stöðunni. Í þeirra hug getur eitthvað verið komin á banana, en það er bara ekki keisið, þeir eru 5 allir komnir. 12. rándið fyrir Dusty og já, það er bara all in hjá KPJ. Það er do or die, fight or flight, hvað verður keypt? Þetta mixið hefur verið að virka mjög vel fyrir þá, en í seinasta rándi, rándinu fyrir rándi sem við vorum að horfa á, þá gerði Dusty breytingu og fór í mix setup í staðinn fyrir að vera í setup á banana. Þannig að það er spurning hvort það vilji hætta á það að fara mixið aftur eða hvort það reyni aftur á banana. Mixið virðist vera fyrir valinu. Láta banana alveg eiga sig, það er rétt að gott call þarna. Analyst fyrir ástæðu og Tony þarf að sjá að hafna þessu. Þeir fari gegn eftir sem sækir Makkotról allavega, fellur niður en þeir eru núna með ætla ég að segja að þetta gæti verið endalógin. Myndigrís gæti hafa bjarga rándinu og haldið í opnu en Tony gerir það sama bara á hinu sætinu. Hann sækir sigurinn fyrir Dusty í þessu sjómatsi. Þeir eru ykkar sjómatssigurvegarar á Skjálfta 2025, er það ekki bara titillinn? Já, ég allavega get ekki fundið betri, sko. Nei, ég meina, þetta var... Áttu titill held ég bara. Þetta var geggjaður leikur, ég verð að segja það. Þetta var góður leikur. Já, þetta var... Ég líka að þeir fari í Inferno, sko, og gefa okkur svona leik. Einmitt. Ég leyfi því, sko. Það er ok. Já, akkurat. Sko, leiðum að sá Inferno. Ég var svo til í Train. Ég er búinn að segja þetta í útsendingum áður, ég var svo til í Train út af því að Train hefur einhvern veginn alltaf verið, þetta er bara nýtt map. Train og Overpass, þetta er ný map í dag í leiknum og hvort sem á spilar þau eða ekki, eða finnst þau spilast vel eða ekki, þá veist mér gaman að horfa á eitthvað fresh sem að í þessu tilfelli Overpass og Train, þannig að ég var mjög spenntur fyrir Train, sérstaklega líka að sjá hvernig Íslendingar spila þetta. Svo Íslendinga map hefur verið, sko, bara taka Íslendinginn, maður hefur heyrt þetta call out margoft, sko, ég veit ekki ennþá hvað það þýðir, annarkvort ferkapús eða... Það er samlokusmók og fara svo ferka. Já, alveg, samlokusmókur náttúrulega er ekki lengur þeng sem þú þarft að gera. Nei, já. Nú ertu komið með eina lest eitthvað á ská, en já, þið sjáu þetta meira segja, en þetta var, já, Dusty tóku Skjálfta sjómatsið 2025, þannig að þeir fá sigurinn hérna í kvöld. Ég veit ekki hvað meira á að segja annað en að bara ég ætla að fara upp yfir. Mér langar að kíkja á þetta fólk og ég vona að þið hafi fengið gott sjómatch hjá ykkur allavega. Það er líka bara spurning hvort að við sjáum rematch á morgun. Ég meina, þessi lið eru örugglega að fara að enda á móti hverju öðru í úrslitakeppninni, sko. Ég á eftir að skoða bracketið einmitt hjá Skjálfta og það er einmitt það sem ég ætla að gera núna og fara þarna upp yfir og kynna með betur liðin. Dusty er Þór megin í bracketinu og KPJ er VK megin í bracketinu. Þetta eru A og B bracketið, já, þetta er 12 liða bracket. 12 liða bracket, ok. Þannig að topp 4 liðin fóru beint í 8 liða. Þau fóru beint í 8 liða, ok. Þannig að það er umspil milli næstu 4 þá eða svoleiðis. Já, sem eru örugglega bara byrjað. Við getum alltaf kannski tjekka á því. Ef þið viljið sjá það, þá getið þið mætt á Digranesið og skoðað það sjálf. Fleiri leikir verða að spila þar í kvöld. En ég held að það verði ekki mikið meira frá okkur í útsendingunni út af því að við sjálfur ætlum að skella okkur þangað og kíkja á fólkið og ég ætla að fá einhandar áritun frá Pistol Pete á hóuna. Ég vona að leiði með það og já, hendur mér ekki golfu fyrir að kalla hann Pistol Pete. Ég vona að þetta er bara ég. Nei, ég held að hann tekur því bara góðu, sko. Ég held að ég fengi sama smörk frá honum og hann gefur öllum sem hann stútar, sko. Hann stútar mér bara ef hann ætla sér, sko. En enn og aftur þá þakkum við fyrir okkur í kvöld. Takk Árni fyrir að vera með mér, líka frábær analyst og bara getur ekki verið betra sjó. Þið, skulið færa ykkur yfir á Skjálfta eða annars verðum við með ljósleiðara deildina hjá ykkur í næstu viku á þriðjudaginn og fimmtudaginn. Ekki missa því.